Já, þetta var erfiður leikur gegn heimsmeisturunum. Já, þeir eru bara sterkari en við, eins og stendur. Og það er svona lærdómur kannski að draga af eftir þennan leik. Reynsla, ný reynsla. Já, algjörlega. Bara spila á móti bara mönnum sem í bestu liðum í heimi og svona. Þetta er bara gaman að fá að spreyta sig á móti. Það er nú meðal annars maður hérna sem er að fara til láns frá Barcelona til Melsungen. Já, það er einmitt bara alvöru. Þannig að það svona, en svona lengst af þessa leik þá gerir þið bara býsna vel, eða hvað? Jú, við bara stöndum alveg í þeim, sko. En bara gæðin eru meiri þarna hjá þeim. Við eigum ógeðslega flotta handboltamenn, sko, en við verðum eitthvað svona að slípa okkur aðeins saman þarna varnarlega. Við verðum að bara fá þetta næsta season núna til að bara vinna í bara aðalega þessum þristum hana. Ég verð að ríða mig í gang ef ég ætla að vera valinn aftur. Þú þarft mér skust að fara að spila þá þrýst, ekki framliggjandi mann sem á IBVF. Jú, það er svo það, en bara, já, líka, við förum hérna í 5-1 og boltinn rennur bara í gegnum mig eins og ég sé bara hérna eitthvað gatasigti, sko. En bara, ég get betur en þetta líka, ég verð að segja það. En allavega hana, þið eru að fara að spila 5. til 8. sætið og það er bara betri árangur heldur en þetta lið hefur náð á undanfarnum 2 mótum, þannig að það er þó áfangið til þess að berjast fyrir. Já, algjörlega, bara 100% og við erum alveg þar sem við eigum að vera, sko. Við erum ekkert eitthvað hérna út af einhverju heppni þó að þetta hafi endað svona, sko, en við sýndum alveg í dag að við stöndum alveg í þessum liðum, gerðum jafntefli við Portúgal og við erum bara heldur gott lið, það bara eru fullt af atriðum sem við getum bætt samt.